Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 9. apríl 2025 klukkan 16:33. Þetta er 870. fundur bæjarstjórnar og er haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Á fundinum í dag er varabæjarfulltrúi Brynja Hlíf Hjaltadóttir í forföllum Rúnars Braga Guðlaugssonar, bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og aðrir aðalbæjarfulltrúar sitja fundinn í dag. Fyrir fundinum í dag liggja 4 mál. Þar ber fyrst að nefna ársreikning Mosfellsbæjar fyrir árið 2024 sem hér verður lagður fram til fyrri umræðu. Og á fundin undir þeim lið mæta Davíð Búi Halldórsson og Arnór Orri Jóhannsson, endurskoðendur frá Enor. Og að lokinni fyrri umræðu og vísun ársreiknings til annarrar umræðu þá er ein fundagerð til afgreiðslu og loks 2 fundagerðir til kynningar. En okkur er ekkert að vanbúnaði en að ganga til dagskrár og ég bara gef bæjarstjóra Regínu Ásvaldsdóttur orðið undir liðnum ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir umræðan. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ágætu endurskoðendur frá Enor sem eru að endurskoða þennan reikning í fyrsta sinn, kæru starfsmenn og aðrir sem eru að hlusta. Ég mun kynna núna ársreikning Mosfellsbæjar fyrir árið 2024. Áður en byrja á því, þá langar mig að þakka kærlega fjármála- og áhættustýringarsviði þeim Pétri Lofton, Helgu Óskarsdóttur og Önnu Maríu Axelsdóttur og öðrum starfsmönnum sviðsins fyrir þeirra framlag til þess að skila þessu og ég vil líka þakka sviðsstjórum og öðrum stjórnendum fyrir þeirra þátt í þessari vinnu og bara fyrir þeirra stjórnun á sínum stofnunum. Ef við förum yfir rekstrarreikninginn í hluta að þá er sem sagt rekstrarniðurstaðan eins og þið sjáið að við erum með rúmlega 13 milljarða í útsvar á fasteignaskatt, við erum með tæpa 4 milljarða í framlög jöfnunarsjóðs, aðrar tekjur eru tæplega 5,3 milljarðar og samtals gerir þetta 22 milljarðar 219 milljónir. Nú laun og launatengd gjöld eru tæpir 11 milljarðar. Lífeyrisskuldbindingin, hún er 191 milljarður og síðan annar rekstrakostnaður ríflega 8,1 milljarður sem að gerir þá samtals 19 milljarðar 252 milljónir. Nú afskriftir eru 648 milljónir og niðurstaða án fjármagnsliða er því 2 milljarðar 320 milljónir. Fjármagnstekjur og gjöld eru 1 milljarður 421 milljón og tekjuskattur eða sem sagt afskriftir eru 22 milljónir. Og samtals gerir þetta rekstrarniðurstöðu upp á 877 milljónir í A- og B-hluta. Ég ætla ekki að fara mjög ítarlega yfir allan ársreikninginn, þið eru með yfirlitið og endurskoðendur munu fara yfir það hér á eftir en sýni ykkur svona helstu stærðir. Ef við förum yfir sjóðstreymis yfirlit þá er rekstrarniðurstaðan 87 milljónir eins og áður hefur komið fram, afskriftir 48, verðbætur 840 milljónir, byggingaréttur 753 milljónir sem eru dregnar frá, söluhagnaður eigna mínus 9 milljónir, tekjuskattur og breyting 9 milljónir, breyting á lífeyrisskuldbindingu 191 milljón og þá er velturekstri að frádregnum byggingarétti 1 milljarður 815 milljónir. Ef við skoðum helstu lykiltölur þá er skuldaviðmiðið 94,5%. Langtímaskuldir langtímaskuldir í hlutfalli við veltufé frá rekstri mælt í árum er 10,8. Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afborganir skulda og skuldbindinga 0,94.
veltufjárhlutfall 0,61, eiginfjárhlutfall 25,1, framleiðarhlutfall 13,4, veltufé frá rekstri í hlutfalli við rekstrartekjur 8,2% og íbúafjöldi, okkur hefur fjölgað 312 íbúa á milli ára, 13.715 og síðan þá breyting á íbúafjölda frá fyrra ári 2,3%. Mig langar aðeins að sýna ykkur samanburð á rekstrarniðurstöðunni yfir nokkurra ára tímabil, ef við tökum tímabili frá 2013 til 2024 og þarna erum við búin að draga frá byggingarréttar tekjur þessum árum en við erum líka með rekstrarniðurstöðuna án fjármagnsliða vegna þess að við höfum verið að glíma við gríðarlega háar tölur á undanförnum árum vegna vaxta og verðbóta og sem sagt og bara þeirra skulda sem hafa verið á sveitarfélaginu eru auðvitað áfram. Þannig að við sjáum að það sem sagt ágætis niðurstaða þarna, eða það klifrað upp í raun og veru upp að árinu 2018. Það er rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða og veltufé frá rekstri í mjög góðu standi, síðan fer það niður á árinu 2019, árið fyrir COVID og alveg niður í svona botni í COVID-tímanum og síðan fer það að fara upp aftur og þarna uppreiknað á verðlagi 2024. Þannig að þetta samanburður á rekstrarniðurstöðu án fjármagnsliða og án byggingarréttargjalda. Og ef við horfum á fjárfestingar, við fjárfestum í skólum fyrir 2 milljarða, í íþrótta- og tómstundamannvirkjum fyrir 343 milljónir, í öðrum mannvirkjum 81 milljón, tæki og búnaði 15, gatnaframkvæmdir 652, fengum í tekjur 452 milljónir og hlutdeild í fjárfestingum SHS sem slökkviliðið 33 milljónir og samtals eru fjárfestingar í A-hluta 2 milljarðar 681 milljón. Síðan fjárfest í veitum, það hefur verið mikill gangur í því, það eru 385 milljónir, í félagslegum íbúðum 186 milljónir og í fjárfestingu strætó og sorpu 39 og samtals fjárfest í A- og B-hluta 3 milljarðar 293 milljónir sögulega háar fjárfestingar. Nú ef við horfum á nýframkvæmdir þá leikskólinn í Helgafellslandi að taka til sín tæpar 900 milljónir á þessu ári en auðvitað fer byggingin í heild sinni á 3. milljarð. Helgafellsskóli íþróttahús 294 milljónir, Kvíslaskóli restin af endurbótunum en í Kvíslaskóla hafa farið 1,5 milljarður vegna skemmda á húsnæði og þarna semst á þessu ári 289 milljónir. Nú Varmárskóli 260 milljónir, það eru miklar endurbætur verið þar. Aðalvöllur Varmársvæðisins 174 og svo Reykjakot 150 á þessu ári en það var einnig auðvitað framkvæmdir á fyrra ári. Og ef við förum aðeins í leikskólann í Helgafellshverfi, 150 barna leikskóli sem stærsta einstaka framkvæmdin á árinu 2024 og það stefnt að verklokum í sumar. Nú það íþróttahúsið, það 294 eins og ég kom inn á áðan og það var sem sagt innréttingar og innri frágangur á íþróttahúsinu. Síðan Kvíslaskóli, það nú framkvæmdum á innanhúslauk á árinu og það var unnið að brunavörnum og lokafrágangi á fyrstu hæð í verkmenntarstofum og eldhúsi og síðan farið í frágangalóð þar sem fallvörnum var komið fyrir ásamt yfirborðsfrágangi með hellum og gervigrasi. Þetta síðan það Varmárskóli og það var endurnýjun lóðar en það var líka unnið að nýrri aðkomubyggingu og bætingu flóttaleiða og síðan var grafið frá vesturhluta skólans og gengið frá sökklum og drenlögnum en það kom í ljós leki þar og
og það er verkefni sem þarf að fara síðan ráðast í jarðfræðina í Varmárskóla. Aðalvöllurinn, eins og ég kom inn á áðan, 174 milljónir á árinu 2024 og uppgrefturinum lauk á árinu og fargið var meirihluta ársins. Síðan var lýsing, lagnavinna og yfirborðsfrágangur fyrir utan endanlegt gervigras boðið út á síðasta ári. Ef við horfum á rekstur málaflokkana í A-hlutanum í hlutfalli við skatttekjur, sjáum við hvað fræðslusviðið að taka mikið til sín í skólum og leikskólum, enda Mosfellsbær barnmargt sveitarfélag. Þannig að þessi hlutföll hafa í raun og veru ekkert breyst með það er fræðslusviðið sem er með svona mestu umsvifin og velferðarsviðið kemur þar á eftir. Þá ætla ég að þakka fyrir góða áheyrn og enn og aftur þakka öllum þeim sem koma að gerð ársreikningsins og segi bara takk fyrir mig. Takk fyrir, bæjarstjóri, og þá ætla ég að gefa endurskoðendum Mosfellsbæjar orðið og það eru þeir Davíð Búi Halldórsson og Arnór Orri Jóhannsson. Gjörið svo vel. Kynningu í það var þess. Já, þetta svona veit hvað hann og framsetningu hann aðra
einingin sömuleiðis. Svo eru svona matsliðir eins og þess að það er að meta það er svona þessar eining á kröfum sem annar rekstrar. Síðan rest og
annað hér áðan. Svo komum við á sveitarfélögum. Hérna lóður og fyrst, það svona bændumatshækkun. Á móti og sala á byggingu. Í okkar vinnu og það svona verið að horfa til tekjufærsna og innheimtanleika og slíkt. Síðan það tekjur vegna gatnagerðargjalda. Þetta kallast tekjur en þetta ekki tekjufært í rekstri. Þetta kemur á móti fjárfestingunni í gatnagerð. Og ef gatnagerðin eða framkvæmdir eru hærri en gatnagerðartekjurnar þá færist þetta sem bara eign. En ef gatnagerðargjöldin eru hærri en framkvæmdirnar þá kemur þessi fyrirfram innheimtar tekjur. Síðan lífeyrisskuldbindingin, það svona liður sem háður alls konar forsendum. Byggðasamlögin eins og innandáðan kom inn í hlutdeild þeirra bæði inn í rekstur og efnahag og það fer bara eftir svona hlutfallslegri ábyrgð sveitarfélags. Svo eru leigusamningar færðir bæði til eignar og skuldar ef þeir eru til lengri tíma. Og við getum bara benda á að þó þeir séu með skömmum uppsagnarfresti þá þarf að meta hvort þeir séu líklegir til að vera til lengri tíma eða ekki. En svona meginniðurstaðan hjá okkur að það hefur verið að beita reikningsskilaði fyrir rétt í sveitarfélaginu. Komið til sæl, ég ætla að fara svona yfir bara hvernig við nálguðumst það endurskoðunarvinnuna á þessum helstu liðum, bæði rekstri og efnahag. Þetta ekki tæmandi listi, þetta svona það sem við vekjum athygli á en endurskoðun felur náttúrulega í sér töluvert meiri vinnu og við förum yfir fleiri lið en við taldir hérna upp. Og eins og Dagbúi nefndi þá öll endurskoðun áhættumið. Þannig að við reynum að fókusera á fyrst framkvæmum við áhættumat og reynum að fókusa á þá lið þar sem við teljum að möguleiki sé á einhvers konar skekkju eða öðrum villum. Þannig að við séum í raun að hugsa aðalatriðin. Nú var sala á byggingarétt fyrir rúmar 750 milljónir. Það í raun yfirfarið með að við förum yfir öflun skilnings á ferlinu, hvernig það virkar, staðfestum innborganir og þess háttar. Og til dæmis allar tekjurnar hafa skilað sér í greiðslu þannig í árslok. Það einhverjar gatnagerðargjöld sem voru útistandandi áramótin en til dæmis staðfestum við það með að staðfesta innborganir eftir áramót. Áherslan í tekjunum kannski á öðrum tekjum þar sem útsvar, fasteignaskattur og jöfnunarsjóður eru tiltölulega auðvelt fyrir okkur á staðfesta en þar köllum við bara eftir yfirlitum frá fjársýslunni og jöfnunarsjóði og berum saman bókfærðarstöðu við yfirlit frá þriðja aðila. En í öðrum tekjum þá beitum við til dæmis greiningaraðgerðum, við skoðum sér alltaf lotununa, hvort að það sé rétt fært á milli í kringum reikningsskiladaginn og skoðum frávik og setjum okkur ákveðnar væntingar. Í þessum stóru liðum sem eru frá laun og launtengd gjöld og annar ekstrakostnað, þar framkvæmdum svokallaðar gagnagreiningaraaðgerðir, þar sem við í raun setjum okkur óháðar væntingar hvernig við myndum telja að gjaldfær fjárhæð myndi þróast á milli ára og berum saman við í raun bókfærðarstöðu
og síðan köllum við eftir skýringum frá þá stjórnendum og viðeigandi stuðningsgögnum helstu frávik. Og þetta erum við búin að skoða við niður á bæði inn á heildina og niður á einstaka málaflokka. Og í öðrum rekstrarkostnaði gerum við slíkt hið sama. Þá setjum við okkur óháðar væntingar hvernig við myndum telja eitthvað myndi þróast. Síðan náttúrulega eins og gengur að gerast alltaf einhver frávik og þá förum við í þessa helstu liði sem eru mestu frávikin í, köllum eftir undirliggjandi gögnum og frekari skýringum, skoðum fylgiskjöl og þess aftur. Og í báðum þessum liðum þá skiljum við líka ferlið, hvernig bara þetta flæðir gegnum bókhaldið, alveg frá því að upphafi og þangað til þetta birtist í bókhaldinu. Og eins og í þessum tveim liðum þá eru svokallaðar eftirlitsaðgerðir innleiddar hjá sveitarfélaginu. Þannig við tökum úrtak úr því og prófum hvort að það sé að virka. Til dæmis eins og að laun séu samþykkt og kostnaður séu samþykktur innbyggt í bókhaldskerfinu. Og í þessa helstu liði í efnahaginn við búum að fara yfir fjárfestingarnar og þess háttar, en við förum þá í bæði eftirlitsaðgerðirnar með þá eignfærslum og öðrum fjárfestingum. Við skiljum ferlið, við förum ofan í undirgögnin og tökum úrtök og skoðum hvort að þetta sé allt rétt. Lífeyrisskuldbindingin dálítið stór liður í ársreikningnum og við í raun nálgumst þannig að staðfesta hana að við setjum okkur samband við þann tryggingastærðfræðing sem vinnur útreikningin. Þetta svona dálítið flókin útreikningur sem byggir á lífslíkum, örorkulíkum og makalífur og þess háttar. Og við leggjum mat á hans hæfi, fáum staðfestingar hans í óháður sveitarfélaginu, tökum fund með honum og yfirförum helstu forsendur. Síðan annar matsliður sem við einbeitum okkur svolítið á, og þetta bara hálf mati stjórnenda með við þá fyrir reynslu og þess háttar. Það þá mat á óinnheimtum skatttekjum og öðrum viðskiptakröfum. Og þar bara verið að beita tiltölulega sömu aðferð og árunum áður og í svona samræmi við okkar væntingar. Þarna til dæmis búið að færa niður 74% af óinnheimtum útsvarstekjum í árslok. Og þetta svona reikningshaldsleg færsla, þannig hvert reikningsskiladag þá meta stjórnendur hversu mikið líklegt að við fáum innheimt og miða við aldur krafnanna og fyrir reynslu. Síðan ber okkur skylda til að yfirfara innra eftirlit og afla okkar skilninga á hvernig það virkar, hvort við sjáum eitthvað í ferlinu sem brotakennt eða býður upp á annarkvort hætt og sviksemi eða bara mannlegum mistökum. Og í því samhengi þá yfirförum við helstu fjárhagsferla í bókhaldi sveitarfélagsins. Og eins og ég nefndi áðan þá förum við og prófum og metum virkni á samþykktarferli á launum og á framkvæmdum og öðrum rekstrarkostnaði. Þannig við tökum úrtak eftir ákveðinni aðferðafræði og sannreinum að gjaldfærður kostnaður hafi í raun farið í gegnum samþykktarferli og hafi verið samþykktur af þar til gerðum aðilum. Og við metum þessa eftirlitsþætti virka, við fundum ekki neina vankanta í því. Síðan ber okkur líka skylda til að afla skilnings á í raun upplýsingatækni umhverfi sveitarfélagsins að því leyti að hvort að það sé eitthvað þar sem myndi hafa bein áhrif á stöður í ársreikningi eða býður upp á einhver áhættu einhverju slíkt. Við gerum það með að beina okkur fyrirspurnum og yfirfara helstu stillingar og aðgangsheimildir í bókhaldi og í banka, hvort að sé einhver hætta á að uppsetning sé með því móti að það var auðvelt fyrir einhvern einn aðila að framkvæma eitthvað án þess að það færi í samþykkt hjá öðrum og svoleiðis. Það var engir verulegir veikleikar sem kom í ljós við þá yfirferð hjá okkur. Síðan það önnur atriði, eins og þau kannski, eða ábyggilega flest viti, þá sveitarfélagið með skráð skuldabréf í kauphöll.
Það hefur í för með sér að sveitarfélagið flokkað sem eintengt almannahagsmunum samkvæmt lögum um ársreikninga og endurskoðendur. Það þýðir í raun bara það svona aðeins þyngra regluvirk sem við vinnum eftir og við erum náttúrulega bara hér með staðfestum aftur óhæð okkar gagnvart bænum. Það þýðir að við bæði sem Enor óháð og allir teymismeðlimir hafa líka og allir sem koma að endurskoðun hafa staðfest sitt óhæð bæði í reynd og ásýnd við sveitarfélagið og helstu stjórnendur. Og það er svona ákveðin þjónusta í þessari reglugerð sem við fylgjum sem blátt bann við veitum. Þannig við höfum ekki veita sveitarfélaginu neina þjónustu sem myndi ógna óhæðin okkar og það höfum við ekki gert. Eina önnur þjónustan sem við höfum veitt sveitarfélaginu eins og kemur fram þarna að við framkvæmdum ákveðna staðfestingarvinnu út af fráveitustyrk sem ráðuneyti fer fram á endurskoðandi staðfesti og sú þjónusta sem heimild samkvæmt reglugerðinni og við fengum fyrirfram samþykki áður en hún var framkvæmd. Og eins og Davíð Búi nefndi þá eins og þessi skýrsla í drögum alveg fram að áritun sem verður þá við seinni umræðu og þá útistandandi hjá okkur þá bara loka frágangur á okkar vinnugögnum. Síðan ber okkur skylda til að framkvæma alltaf aðgerðir þó að við séum að endurskoða árið 2024. Þá þurfum við alltaf fram að áritunardegi að meta hvort eitthvað hafi gerst þá á árinu 2025 fram að við áritun sem myndi hafa áhrif á endurskoðunina. Við höfum eftir að framkvæma þær aðgerðir og síðan munum við afla staðfestingarbréf stjórnenda. Það er alltaf ákveðnar svona fullyrðingar í ársreikningu sem við getum ekki staðfest með öðrum hætti og fáum þá þetta bréf bara þegar nær dregur áritun. Síðan kemur svona ákveðin dónatur sem tengist þessari reglugerð sem ég nefndi. En þarna raun bara fyrir 3 glærur það sem hefur verið að vísa á aðra staði í skýrslunni. Þetta svona ákveðnar upplýsingar sem okkur skylt að veita bæjarstjórn og já, allt þetta sem kemur hérna fram á næstu glærum 10. annars staðar í skýrslunni og lýsir bara áhættumati, vinnulagi og hver koma endurskoðuninni og þess aftar. Einhverjar spurningar í skýrsluna? Þakka ég bara fyrir. Takk fyrir þessa kynningu. Þá opið fyrir umræður ársreikninginn og endurskoðunarskýrsluna sem hér var kynnt. Einhver sem óskar eftir að taka til máls? Svo virðist ekki vera og lít ég svo á að fyrri umræðu ársreikning sé þá lokið og við tökum þá tillögu til afgreiðslu þess efnis að vísa ársreikningi 2024 til síðari umræðu og mun sú umræða þá fara fram á næsta fundi bæjarstjórnar sem fyrirhugaður þann 30. apríl næstkomandi og ég bið bæjarfulltrúa sem geta samþykkt að vísa ársreikningum til síðari umræðu að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum og það þá staðfest og við tökum þá stutt fundarhlé áður en við höldum áfram með dagskrá fundarins.
Sýslögnum. Við höldum áfram þessum 870. fundi bæjarstjórnar og höfum lokið fyrri umræðu ársreikning Mosfellsbæjar 2024 og vísað honum til síðari umræðu. Og þá það annað dagskrármál sem fundargerð 664. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 3. apríl síðastliðinn og þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Og já, bæjarfulltrúi Lovísa gjörðu svo vel. Forseti, afsakið sein viðbrögð þarna og ég meina, séu svona fljót. Ég kem hér upp undir lið 2-3 í öðrum dagskrárlið hérna. Ég ekki örugglega rétt með fundi? Já, afsakið. Mig langar að fjalla aðeins þetta erindi sem að barst hingað til bæjarins fyrir þó nokkru síðan og ég ætla að hefja umfjöllun mín á því að þakka starfsmönnum bæjarins öllum ólaustuðum þá Regínu Ásvaldsdóttur bæjarstjóra og Þóru bæjarlögmanni okkar fyrir alla þeirra vinnu í kringum þetta mál og eins umhverfissviðinu öllu. Ég held að það snerti alla þar, Jóhönnu og Kristinn og allt okkar góða fólk þar. Það búið að leggja gríðarlega mikla vinnu í að svara þessu erindi og sem gott. Betra hefði auðvitað verið ef að meginþorri þeirra upplýsingar sem að nú liggja hér fyrir hefðu verið til staðar bara við, má eiginlega segja bara í lok síðasta kjörtímabils þegar að samningar voru undirritaðir. En hvað sem því líður, þá hefur núna verið farið ítarlega í málið á grundvelli þessarar fyrirspurna sem hér barst. Út frá því höfum við getað unnið mjög ítarlegar og góðar upplýsingar sem okkur bara veganesti inn í þetta góða verkefni. Ég held að ég geti fullyrt það hér að bæjarstjórn sé einhuga það að þetta sé gott verkefni til framtíðar, til framdráttar fyrir bæjarfélagið í heild, en að sjálfsögðu þurfum við að stíga varlega til jarðar og vanda okkur. Og kannski fyrst og fremst þá þurfum við að muna eftir því að þegar að við erum að tala þetta verkefni að þá sé talað staðreyndirnar eins og þær eru. Það sé haft rétt eftir. Það getur reynst fólki mjög auðvelt að slengja fram ýmsum fullyrðingum verkefnið. En ég mjög þakklátt fyrir það að við höfum þetta núna og getum séð hverjar staðreyndirnar eru. Það ber til dæmis að nefna að í erindinu kemur fram útreikningur sem að sýnir gríðarlegan mun á því sem að við höfðum áætlað inn í kostnað við verkefnið og sem betur fer þá hefur sú yfirferð sem að hefur farið fram sýnt fram á að nálgun bæjarins var á rökum reist. Það er að segja að það ekki neitt gjafagerningur í gangi eða neitt slíkt. Þetta eins og öll uppbyggingaverkefni í vaxandi bæjarfélögum, balans við hvað farið af stað, bratt af stað. Hérna erum við að tala gríðarlega mikla aukningu á bæjarfélaginu, stærðargráða sem við höfum aldrei farið í áður. Þannig að við þekkjum það af reynslu undanfarna, ég vil segja bara 20 ára, ég held að sé komin 20 ár síðan að svona uppbygging í bæjarfélaginu hérna hófst af þeim krafti sem við höfum séð.
og við þekkjum að það hafa verið áskoranir. Þannig að það að fara aftur í svona því sem næst tvöföldun á svona stuttum tíma kallar á að við stígum varlega til jarðar. Og nú höfum við fengið allar þessar upplýsingar sem liggja hérna til grundvallar við svari við erindi sem kemur frá bara óháðum aðila, má segja. Þetta erindi sem kemur frá aðila sem hefur ekki aðkomu að samningnum eða þessari uppbyggingu beint, en það má segja að þeim tíma sem að nú hefur verið varið í að taka saman öll þessi gögn, hún hjálpar okkur þá líka inn í framtíðina. Ég vil líka benda á það að þetta sýnir með óyggjandi hætti að við tökum öllum ábendingum alvarlega. Við erum ekki að æða af stað í eitthvað með bara á óupplýst eða láta hafa okkur að einhverjum fíflum. Við erum að reyna að gera okkur allra besta til þess að taka ákvarðanir á vel rökstuddum grunni og við erum tilbúin til að hlusta. Ef þú hefur ábendingar fyrir okkur, við tökum ábendingar alvarlega. Við erum ekki, við bara veifum þær ekki í burtu, við könnum hvort það eigi verið aukast og það gerðum við í þessu tilfelli. Það allt í lagi að við séum með mismunandi skoðanir á svona stóru verkefni eins og uppbygging Blikastaðalands og við erum ekkert komin á neitt leiðarenda þar. Við erum ekki komin með deiliskipulag á fyrsta áfanga. Við höfum ennþá svigrúmið til þess að stilla verkefni af þannig að allir séu, þegar ég segi allir núna þá vil ég beita sérstaklega orðum mínum til bæjarstjórnar. Það við sem berum ábyrgð, en auðvitað hafa íbúar tækifæri til að tjá sig í gegnum þau fjölmörgu athugasemdaferli sem hafa átt sér stað og eiga eftir að eiga sér stað. Það ekki búið. Þannig að aftur það er mikilvægt í svona stóru verkefni að við byggjum ákvarðanir á staðreyndum, við tölum í staðreyndum. Við getum sagt hérna núna, þær fullyrðingar sem settar eru fram í bréfi fyrirspyrjanda eiga ekki við rök að styðjast og ég segi sem betur fer til hagsbóta fyrir alla Mosfellinga. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér upp undir sama máli undir fundi bæjarráðs Mosfellsbæjar, mál númer 3 á þeim fundi uppbygging íbúðarhluta Blikastaðalands heitir málsins. Og þetta erindi byggingarfélagsins Bakka vegna uppbyggingarsamnings Blikastaðaland. Það rétt sem að kom hér fram í máli Lovísu Jónsdóttur bæjarfulltrúa að þetta stórt og viðamikið verkefni sem við stöndum frammi fyrir. En þetta erindi snýst ekki skipulagið sem fyrirhugað í Blikastaðalandi, heldur snerist þetta uppbyggingarsamning sem var gerður þegar var samið við landeigendur sem eru Landi, dótturfélag Arion banka. Eins og allir vita þá á Mosfellsbær ekki þetta land sem á að fara að byggja á. Og það líka alveg hárrétt að það var fullt af upplýsingum sem núna liggja fyrir betur heldur en þegar skrifaði undir samkomulagið í snemma árs 2022. Og það einfaldlega vegna þess að á þeim tímapunkti þá lá þetta bara ekki fyrir. Það var ekki komið neinar vinnslutillögur eða nokkuð skapaðar hlutir af fyrsta áfanga deiliskipulags og þar af leiðandi var ekki hægt að leggja fyrir sumar af þeim upplýsingum sem núna hægt að leggja fyrir eftir að það komið. Og þess ber líka geta sem skiptir auðvitað miklu máli og þess vegna við svona að dansa dálítið á línunni með þetta að það á eftir að klára þennan samning vegna þess að í honum svokallaðir viðaukar sem þarf að klára að semja
eftir því sem að framkvæmdinu líður fram og þá það sérstaklega varðandi deiliskipulagsþáttinn. Þannig að samningurinn er opinn og það er verið að vinna áfram á honum og það getur vel verið að við getum verið sammála það að það hefði kannski þurft að liggja meiri upplýsingar fyrr en það er ekki aftur á móti aftur tekið. En ég vil líka benda á það að þessar upplýsingar þær koma sér mjög vel og ég tek undir það að það ber að þakka fyrir að miklu vinnu sem að hefur verið lögð í það. En maður spyr sig samt sem áður að þegar að óháður aðili kemur með svona fyrirspurn að þá getur það verið mjög málum blandið fyrir sveitarfélag hversu mikið og ítarlega á að svara því vegna þess að Byggingarfélagið Bakki er ekki aðili máls og öðru leyti en því að þeir vildu fá að vita hvort að samningur sem var gerður varðandi uppbyggingu á gatnagerðargjöldum á Blikastaðalandi breyti í bága við samninga sem að meðal annars hafa verið gerð við þeirra fyrirtæki áður hér í Mosfellsbæ. Það var í rauninni erindi sem að hefði þurft að svara. Annað hefði það ekki átt að vera í rauninni, ekki þurft að vera vegna þess að þeir eru ekki aðili máls. En það er fínt að það náðist að flétta þetta saman og það er líka mjög gott að niðurstaðan er sú sem var lagt upp með þegar að var búið að leggja mjög mikla vinnu í undirbúning á þessum samningi í langan tíma og það starfsfólk sem að hér er enn að vinna því koma sjálfsögðu að þeirri vinnu. Það er ekkert með jákvætt að það séu komnar fram þessu upplýsingar. Þær eru í takti við það sem að menn voru búin að reikna út og sáu fyrir sér. Þannig að það ætti að halda áfram með þennan hluta verksins, að klára þessa samninga við landeigendur. Svo er hinn hliðin á peningnum sem að er að finna út úr skipulaginu og reyna að ná sem mestri sátt það í Mosfellsbæ. En við skulum ekki gleyma því að þrátt fyrir það að þarna standi fyrir dyrum mjög mikil og löngu uppbygging, að þá mun hún taka, stundum tölum við hér 20 til 30 ár, ég vil allan tíman tala hún mun taka 30 til 40 ár og það er langur tími og þetta er 3.000 til 3.500 íbúðir og alltaf 9.000 íbúar. En fyrir þá sem að vilja horfa á heildarmyndina að þá hvet ég fólk til þess að skoða hvernig var umhorfs í Mosfellsbæ fyrir 30 til 40 árum, þannig að breytingin verður nú kannski ekki svo gríðarlega mikið miðað við þá þróun sem hefur orðið á þeim tíma. Bærinn okkar er að þróast og ég er sannfærður það að miðað við þá mjög svo faglegu vinnu sem hefur farið fram í langan tíma varðandi þetta skipulag, að þá muni þetta koma mjög vel út fyrir Mosfellsbæ og verða honum til hagsbóta í þróun bæjarins á höfuðborgarsvæðinu. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, kemur upp undir sama lið uppbyggingu á Blikastöðum. Langar að eiginlega taka undir það sem að hér hefur komið fram með þessa vinnu og með þessi gögn. Þau eru mjög góð og fyrir okkur sem hagsmunaaðila hérna í Mosfellsbæ þá er þetta nauðsynleg gögn fyrir næstu skref. Eins og bæjarfulltrúi Lovísa kom inn á hún kom inn á það að við værum flest sammála það að byggja upp á Blikastöðum og það er alveg rétt, við erum það. Við til þess að við í Mosfellsbæ höfum haft ákveðin varnagla og hafðum það þegar maður var undirrita samninginn og þá var hann aðalega varðandi þá hvernig svona upplýsingarnar voru og hvað svona framtíðarsýnin og þéttleika byggðar og núna eru þessar upplýsingar að koma fram, það er bara til að teka þennan tíma svona stóru verkefni. Þannig að við erum bara alveg þar en mér finnst þessum gögnin skýr og mér finnst þær forsendur sem voru lagðar inn í þessa útreikninga, mér finnst þær nauðsynlegar. Við verðum að hafa belti og axlabönd þegar við erum að tala verkefni þessar stærðargráðu og til svona langs tíma. Þá þurfum við að passa upp á það að bærinn geti ekki komið sér, að við komumst ekki í vandræði. Takk fyrir.
Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi Ríkisstjórnar upp undir sama máli, uppbygging íbúðarhluta Blikastaðalands. Við erum kannski að tala þetta innsenda erindi með óbeinum hætti, en samt ekki. Það er klárt að erindið kemur frá byggingafélaginu Bakka, sem auðvitað stór vinnuveitandi og atvinnurekandi í bænum. Það skiptir okkur alveg máli að svara svona erindum þegar þau koma inn og gera það vel. Þannig að ég held að við höfum í þessu máli bæði gert það og í leiðinni, einmitt eins og hefur verið nefnt hér, unnið mjög góða vinnu sem gagnast okkur í uppbyggingu á þessu hverfi og í rauninni í því hvernig ákvarðanir við þurfum að taka svo í framhaldinu. Þetta er gríðarlega stórt verkefni og þetta er það stórt verkefni að við þurfum líka að vera duglega að tala það. Það skiptir íbúana máli að við sem hér sitjum, að við séum svona up to date, við séum með góðar fjárhagslegar upplýsingar hvað þetta þýðir fyrir okkur sem búum núna, hvað þetta þýðir fyrir þá sem munu búa í hverfinu, til dæmis bara í fyrsta áfanga. Þannig að þetta bara skiptir gríðarlega miklu máli og ég held að líka það sé mikilvægt líka að veita því athygli hvað hefur verið mikið samstaða í rauninni í bæjarstjórninni á þessu kjörtímabili þetta verkefni. Þetta tekur langan tíma. Við erum búin að vera í tæp 3 ár núna og okkur finnst þetta svona einhvern veginn bara malla. Og ég held að mjög margir sem búa núna sé ekki einu sinni meðvitaðir að þetta sé að malla. Þetta er búið að vofa yfir svo lengi uppbygging á Blikastaðalandinu að þetta er einhvern veginn vofað yfir í 20 ára þannig lagað. Maður hefur ég er allavega búin að búa núna óslitið í 20 ár og þetta er búið að vera einhvern veginn alltaf á leiðinni. Þannig að ég vildi bara einhvern veginn bara líka nefna það hvað það er mikilvægt að við vinnum þetta vel. Við erum að gera það og mér finnst það sem var lagt fram í bæjarráði á þessum fundi fyrir þá sem að þar sitja að vera bara mjög góðar upplýsingar og góð gögn og svarið líka til fyrirspyrjanda. En kannski líka að við vitum líka alveg, bara þannig að það sé sagt, það er náttúrulega búið að stofna samtök utan þetta mál og þess þá heldur þó að þetta sé þriðji aðili sem ekki beinn aðili máls af samningnum sjálfum, þá skiptir alveg máli að svara íbúum og atvinnurekendum vel og með uppbyggilegum hætti og af öryggi. Sérstaklega þegar verið að tala svona stór mál eins og þetta. Takk fyrir, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo tel ég ekki vera, en athygli forseta hefur verið vakin á vanhafi hjá bæjarfulltrúa Lovísu Jónsdóttur varðandi liði 2.4 og 2.5 í þessum dagskrárlið. Hún hefur þegar vikið af áfundi bæjarráðs, þannig að ég tel þá eðlilegt að kalla eftir því ef einhver óskar eftir að taka til máls annan hvað þessara liða. Við tökum þá umræðu núna, hún hefur þegar vikið úr salnum. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Við ætlum að ljúka hinu málinu. Jú. Já. Ég ætla að koma upp undir máli 2.4. Áskýrsla vegna urðunarstaðar í Álfsnesi 2024. Þessi vinna og þetta mál á rauninni upphafsitt í nýju eigendasamkomulagi sem var gert og undirritað 7. nóvember 2023 af eigendum Sorpu sem eru sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu
og snýst í rauninni rekstur þessa urðunarstaðar í Álfsnesi sem hefur verið þarna í 30 ár og þetta eigendasamkomulag tengist í rauninni og með beinum hætti starfsleyfi urðunarstaðarins á þessum stað. Og þarna eins og þessi skýrsla ber með sér hafa náttúrulega orðið gríðarlega breytingar og það svo sem ekkert bara til komið út af þessu eigendasamkomulagi heldur bara út af upptöku nýrra laga og urðun. En það sama hvaðan gott kemur. Þetta eru afskaplega góðar fréttir fyrir Mosfellinga og mikið hagsmunamál. Þarna hefur verið rekinn náttúrulega einn helsti urðunarstaður landsins í langan tíma og hérna bara alveg við bæjardyrnar hjá okkur og við höfum ekkert farið varhluta af því. Og þarna sem sagt bara eins og þið sjáu þá hefur urðunin dregist gríðarlega mikið saman og það mikið að í rauninni er orðið tímabært og raunhæft að fara að ræða aðra urðunarstaði. En hingað til hefur það ekki verið þrátt fyrir góðar áætlanir í fyrri samkomulögum sem hafa verið gerð af þessu tagi. Þannig að það er svona svolítið næsta skref miðað við það sem kemur fram í skýrslunni og svona standa líka hugmyndasamkeppni frágang og framtíðarnýtingu á þessum urðunarstað. Þannig að við erum komin þangað að raunverulega að hylla undir það að þessum urðunarstað verði lokað. Og mér finnst það bara mikilvægt að þessu sé haldið til haga. Mér finnst eftirfylgnin við þetta eigendasamkomulag sem var gert náttúrulega 2023, það verið algjörlega til fyrirmyndar og þetta hefur ekki verið svona áður þrátt fyrir að þetta sé þriðja eða fjórða eigendasamkomulagi sem hefur verið gert, en allt með sama markmiði. Mosfellingar hafa barist mikið fyrir þessu í langan tíma og gert þessi samkomulag við aðra eigendur Sorpu og svona við höfum verið svona svolítið ein í þessari baráttu bara þannig að því sé nú bara haldið til haga. Það er bara mismikill áhugi á þessu stóra hagsmunamáli okkar í öðrum sveitarfélögum. En bara þetta verður áfram mikið hagsmunamál fyrir okkur að þarna sé vel frá málum gengið og í rauninni þurfum við núna að halda áfram að hvetja til þess að það verði gerðir samningar þannig að það verði hægt bara að loka urðunarstaðnum árið 2030 ef ég man rétt sem að kemur fram þannig í þessu samkomulagi. Og ég held að það sé raunhæft markmið og við lögðum upp með það að gera raunhæft eigendasamkomulag og ég held að sé fyrst og fremst út af þessari góðu eftirfylgni og þessa fólks að náttúrulega þungavænta fólk sem situr þarna sem fulltrúar í þessari verkefnastjórn. Það er Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri og Páll Björgvin frá SSH og Jón Viggó sem náttúrulega framkvæmdastjóri Sorpu. Þannig að ég held að það sé líka vert að veita því athygli að þau eru sjálf að sjá til þess að þessu sé fylgt eftir eins og við lögðum upp með. Þannig að ég er bara mjög þakklát fyrir það og þetta mikla hagsmunamál að sé einhvern veginn loksins að bregða til tíðinda í þessu. Þannig að bara virkilega jákvætt. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en einhver sem óskar eftir að taka til máls lið 2.5. Svo tel ég ekki vera og þá áður en að við opnum fyrir umræðum aðra liði í fundargerðina þá tökum við þessa tvo liði 2.4 og 2.5 sérstaklega til afgreiðslu. Og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest þessa tvo liði fundargerðar að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 10 atkvæðum og þá má láta bæjarfulltrúa Lovísu vita þið komið í salinn á ný.
Og þá er fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti en þegar hefur verið rætt. Hver sem óskar eftir að taka til máls aðra liði, svo tel ég ekki vera. Og við tökum fundargerðina til afgreiðslu að undanskildum liðum 2.4 og 2.5 sem þegar hafa verið staðfestir. Og ég bið bæjarfulltrúa að geta þá staðfest fundargerð 1664. fundar bæjarráðs, gefa merki, það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Og þá er það þriðja dagskrármál sem er fundargerð 602. fundar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Og sá fundur fór fram 28. mars síðastliðinn og þar voru 2 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og er fundargerðin lögð fram. Og 4. dagskrármál er fundargerð 32. fundar heilbrigðiseftirlits. Heilbrigðisnefnd Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness. Sá fundur fór fram 31.3. síðastliðinn og þar voru 10 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og er fundargerðin lögð fram. Ekki eru þá fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 30. apríl næstkomandi klukkan 16:30. Til fundarins verður boðað með dagskrá og ég bara óska bæjarfulltrúum og starfsfólki Mosfellsbæjar og Mosfellingum öllum gleðilegra páska. Ég segi fundi slitið klukkan 17:38.